Óli ekur frá Akureyri til Bessastaða á 5 klukkustundum en Steini á 5 klukkustundum og 15 mínútum. Hve langt frá Akureyri til Bessastaða ef meðalhraði Óla 4,2 km á klukkustund meiri en meðalhraði Steina. Ok, við erum að vinna með Óla og Steina. Þegar við erum að reikna vegalengdir sem keyrðar eru, þá þær byggðar upp á hraðana sem við erum á, sinnum tíminn sem við tökum í að keyra og þá fáum við út vegalengdina sem við erum að keyra. Þetta á bæði við Óla og Steina. Við skulum setja inn í þessa litlu jöfnu hraði sinnum tími jafnt og kílómetrar. Byrjum á Óla. Óli ekur á 4,2 km á klukkustund meiri meðalhraða en Steini. Þannig að hraði Óla þá hraði hans Steina pluss 4,2. Hraði hans Steina þá bara x. Þannig að x-ið táknar hraða Steina. Tíminn sem þeir taka að keyra þessa vegalengd sá að Óli tekur 5 klukkustundir í þetta. Þannig að ég margfalda meðalhraða hans sinnum tíman 5 klukkustundir. En tíminn hans Steina 5 klukkustundir og 15 mínútur eða 5,25 klukkustundir. Þegar ég margfalda þennan hraða og tíma saman þá fæ ég út vegalengdina sem við erum að keyra, eða þeir keyra, bæði Óli og Steini. Ok, ég þá komin með jöfnurnar, ég búinn að smíða jöfnurnar. Það að segja, önnur þessi hér, x pluss 4,2 sinnum 5 jafnt og kílómetrarnir sem þá y og Steini, x sinnum 5,25 jafnt og kílómetrarnir sem þá y. Taktu eftir að þetta y hér hjá honum Steina, þetta nákvæmlega sama y og hjá honum Óla. Þannig að mér langar að setja inn í staðinn fyrir þetta y nákvæmlega það sem þetta y hjá Steina y x sinnum 5,25. Ég ætla þá að setja það inn í staðinn fyrir þetta y hér og læt það líta svona út, 5,25 sinnum x, x-ið fyrir aftan. Það sinnumerkið á milli. Nú, ég þá komið jöfnu sem með einni óþekktri stærð, ekki 2 eins og var orginal. Það mjög óþægilegt að vinna þær jöfnur, ekkert mjög en smá, og það auðveldara að reyna að vinna með jöfnuna þegar hún bara með einni óþekktri. Þannig að ég set í staðinn fyrir þetta y hjá honum Óla, mun ég setja x sinnum 5,25 og það þá komið hér. Jafnan þá bara með einni óþekktri. Þá ætla ég að fara að leysa þetta x, finna út hvað það og myndu x-ið þá þessi hraði, þannig að ég að fara að finna hraðan hjá honum, hjá þeim. Ok, byrjum að þá margfalda 5 í svigan, 5 sinnum 4,2 og 5 sinnum x. Þá fæ ég 5x pluss 21. Allt saman þetta jafnt og 5,25x. Færum x-in yfir, gulu x-in yfir, þá stendur jafnan í 21 jafnt og 5,25x mínus þessi 5x sem voru hérna vinstra minn og eru núna komin hérna hægra minn. Nú, eftir að hafa reikna út x-in þá fæ ég út að 21 jafnt og 0,25x. Ég ætla þá að losna við þetta 0,25 þannig að ég deili með því báðum megin og fæ þó út að x-ið sem hraðin, notabene hraðin, ekki vegalengdin sem ég á að finna, hraðin þá jafnt og 84 kílómetrar. Þannig að hraðin á Steina þá 84 kílómetrar sinnum 5,25. Þá fæ ég út vegalengdina. Þannig að, viti menn, ég að fara að setja 84 kílómetra inn í staðinn fyrir x-ið hér til þess að finna út kílómetrana. Hér sé ég hvernig það gert. Þetta jafnan fyrir Steina, setjum 84 km inn í staðinn fyrir x-ið, þá fæ ég út að vegalengdin sem Steini keyrir 441 km, y-in táknar kílómetrana. Ef ég set inn 84 km hér inn í jöfnunni hjá Steina, þá fæ ég 84 pluss 4,2 eða 88,2 og þegar ég margfalda það með 5 þá fæ ég líka út 441 km.
Þannig að báðar jöfnurnar hefðu svarað því sama að kílómetrarnir eru 441.